Komið í sæl og velkomin í Kaldabotinn. Gestur minn í dag, Valgeir Skagfjörð, velkomin. Takk. Gaman að hitta þig, gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Ég hef nú vitað af þér, við höfum kannski aldrei þekkst persónulega, Nei. en við höfum rekið saman mjög oft ævina. Já, já. Ég er búinn að vita hvað þú ert í 10 ára, sko. Já, já. En við höfum aldrei manni eftir að vera á fyllir í saman en einu svoleiðisbulli. En, skál í Jesú lagi. Skál í Jesú lagi. Já, að því við erum trúaðir. Já. Og gaman að segja frá því að þetta er páskadrykkur. Já. Rögglu góðskerð. Já, ok. Já. Hún gefur okkur þetta. En það er engin peningar, þetta er fyrir skattstjóran. Það er engin peningar í þessu. Já, ok. Valgeir, velkomin. Takk. Gaman að hitta þig. Já, gaman að koma í Kaldabotinn. Já. Ha. Já. En ég heiti Kaldabotinn. Það heitir Kaldabottinum, já. Ég hef stundað Kaldabotta. Nei, come on. Aðeins. Já, já. Fyrir utan þennan. Já, já. Bara svona Kaldabotta sundlegum. Ekkert rosalega lengi. Nei. Ég er alveg væli, sko. Er þetta ekki bara eitthvað svona hurts of good dæmi? Ég veit það ekki. Ég gat þetta, ég var að æfa crossfit einhvern tíma fyrir mörgum árum. Og þá gat ég þetta eftir æfingu. Ég var búin að vera að djöflast okkur lengi. Já, það var alveg allt í gangi. Og þá var alltaf að fara í Kaldabott og þá gat ég verið bara í 3 mínútur. Nú er ég alveg búinn eftir sko halva eina. Þú veist, það bara hleypið upp, sko. Ég bara leggur þetta ekki á mig. Ég er ekki byggður fyrir þetta. Nei, ekki svo sem ekki ég heldur. Ég er svona meiri hittabeltis lífvera, en þetta er svona... Einu minningarnar þessi sem maður datt í sjóin í gamla daga. Já. Þessi pakki. Já. En ég ætla að spyrja þig út í nafnið Skagfjörð. Skagfjörð? Já. Hvaðan kemur þetta? Hvaðan kemur þetta? Já. Hvað er þetta? Hvert er þetta að fara? Hver er hann? Hvaðan kom hann? Hvert er þetta að fara? Já, þetta er sko afi minn hét Kristján Skagfjörð, Jóhann Kristján Kristjánsson Skagfjörð. Og pabbi hans hét Kristján líka, sérst langafi minn, og langafi minn hét líka Kristján. Þeir heita allir Kristján, þessi gæjar. Og þeir voru frá Holtsmúla í Skagafirði. Já, sem er bóndabær. Sem er bóndabær og það þótti, það er eitthvað frægt hestakinn, held ég, sem kemur frá Holtsmúla. Já, ok. Það var eitthvað frægur hestur. Eitthvað sem eiginlega, hvað er þetta kallað, graðfóli, eitthvað svona undaneldis hestur. Já. Eitthvað svona keppnis. Já. Þekkti hestaheiminn. Já, frá Holtsmúla í Skagafirði. Já, ég sé þetta ekki dýrar en ég keypti, sko. Og, já, og sem sagt, þannig var það til að bróðir afa míns hét Valgeir Skagfjörð. Og þeir voru báðir fæddir á Seyðisfirði. Áttu sama afmælisdag, 31. desember. Nema hvað þessi Valgeir, hann var guðfræðingur og fljótlega eftir að hann útskrifaðist frá háskólanum með prófi í guðfræði, þá veikist hann á berklum. Ok. Og átti í því lengi og hann var búinn að eiga í því meðan hann var að læra. Hann var mjög erfið þessi námsár hjá honum, komst samt í gegnum þetta, var upp á farsótt og deyr mjög ungur, 25-26 ára gamall, sko. Þótti mjög lofandi í þessum trúarheimi, meðal trúara manna. Var gefið út heilmikið rit eftir hann sem heitir Lífið í Guði, sem er samansafn af ræðum og erindum sem hann skrifaði á sínum ferli. Og hann var svona leiðtogaefni á sínum tíma. Og mikil eftirsjá af honum og ég las einhverja minningagreinar hann og nema hvað að ég er, eins og kannski sérð á mér, þá er ég svona af blönduðum uppruna. Ég er ekki svona þessi típiski Íslendingur með blá augu og músalita hár, sko. Nei. Í dag myndir ekki skera þig úr, en 1960 myndir skera þig úr. Já, ég var svona svolítið öðruvísi. Ég var heldur en hinni strákarnir í mínu nærumhverfi. Fannstu það strax bara þegar þú fórst að fá minningar? Það var alltaf þetta vesen með, sko, að því að pabbi minn var útlendingur, kemur hingað til Íslands, músikant, var að spila og gat sér gott orð og vissu margir hver mamma var, þú veist, og afi minn og amma, þú veist, þekktu allir alla í Reykjavík á þessum árum og skemmtanalífið í Reykjavík, það var svona, já, það var svona
umfjöllun og allir vissu, það var að koma útlensk hljómsveit að spila á Hótel Borg, það allir vissi það allur bærinn, sko. Og svo allt í henni bara er mamma orðin ólétt eftir aðalgaurinn, sko. Ok. Þannig að... Var það samband eða var það já, bara... þau giftu sig. Já. Hún já. En ég var fæddur áður en að, þau voru skilin áður en ég fæddist. Já, ok. Og nema það, lögin voru þannig á Íslandi þegar börn voru skýrið. Þetta er alltaf rosa falleg hefð, hvernig við höfum skýrt börnum okkar eftir feðrum okkar eða foreldrum. Þú veist, þú ert sonur Jóns og Jón er sonur Péturs og Guðmundar og allt þetta. Og falleg hefð, þú er æva gömul. En svo í útlöndum er þetta öðruvísi. Það ber allir eitthvað svona ættarnöfn sem að kannski voru eitthvað öðruvísi áður. Og hér hafa menn kennt sig við staði, svo Blöndal og Blöndudalum, Melsteð frá Melstöðum, eða Melstað og svona hafa verið búin til svona ættarnöfn því að það þótti fínt, þótti eitthvað smart að vera Thoroddsen frekar heldur að vera Thorodsson eða Thorarinsson eða hvað þetta er. Þannig að afi minn bar þetta Skagfirðarnafn sem var tekið upp einhvern tímann snemma á 19. öld líklega, eitthvað svoleiðis. Síðan flytst fjölskyldan til Ameríku og Vesturfararnir. Já, verður hluti af þeim hópi. Og þannig að afi minn var fæddur á Seyðisfirði og þeir bræður báðir og flyttast síðan til Reykjavíkur og það mátti ekki, börn mátti ekki bera útlend föðurnöfn. Þetta var eitthvað, það var eitthvað stefna í mannanafnumálum og það var skráð, en það mátti ekki vera, ég átti til minns vin, sem hét bara Páll Gíslason, en hann hét Kenneth Paul Price, pappa sem var í ameríska hernum. En það sást hvergi, það var bara eitthvað stóra bakveg. Já, ok. Þannig að Var mannafnanefnd ég veit ekki hvort það var mannafnanefnd. einhvers konar? Það var einhvers konar lög sem að gerðu það, sem að heimiliðu ekki útlend ættarnöfn. Þannig að, ég meina... Djöfisins plebbismi. Já, ég meina, þú sér það bara, svo kærasta mín, pabbi hennar, hann þurfti að velja þessi nafn, íslenskt nafn, skilur. Því hann kom frá útlöndum og giftist íslenskri konu, þá var hann að gjöra svolítið heita Jón eitthvað, en ekki nafninu sínu, Þannig að hann mátti ekki halda sín eigin nafn. Er hann ríkisborgar á Íslandi? Já. En hann mátti ekki halda nafninu sín? Nei, hann þurfti að taka upp íslenskt nafn. Þetta er alveg molbúinn alveg, alla leið, Breski ræðismaðurinn, Brian Holt, hann hét Brjánn Jónsson eða eitthvað svona álíka, skilur við. Þetta er svo plebbist. Já, þannig að þegar þetta var verið að ræða þetta í fjölskyldunni, þá var þetta svona alltaf eitthvað vandræðagangur. Því að ég get ekki verið, því pabbi minn var með eftirnafnið Martin, þannig ég get ekki heitið Valgeir eða Jón Martin, ég það verið það Marteinsson. Og þá þurfti að vera til einhver Marteinn sem að ætti mig fyrir son, sem geti gengið upp, Okay. Það var horfið frá því, svo gafst mamma endanlega upp og sagði bara við afi minn, heyrðu, pabbi, þú mátt bara ráða nafninu. Þannig að afi minn valdi það að skýra mig í höfuðið á bróður sinum, Valgeiri, Skagfirði. Vel gert. Já, þannig er það nú tilkomið. Ég er nú þakklátur fyrir þetta nafn, af því að ég er svo eini í öllum heiminum sem heitir þessu nafni. Ég á engan alnafn á Íslandi. Meiri segja afastrákurinn minn, hann heitir Valgeir Skagfirði, en hann heitir Valgeir Hrafn Skagfirði. Ágústsson. Og hann notar mest bara að kalla sig bara Valgeir Hrafn Ágústsson. Til þess að honum sé ekki rugla saman við mig, afasinn. Já, nákvæmlega. Þannig að ég ber þetta nafn bara algjörlega aðeinn. Það er enginn sem heitir í öllum heiminum. Man maður þetta nafn alltaf tíð. Já. En segðu mér, varst í sambandi við pappaðinn ungu maður? Nei. Hvernig var staðan á þessu? Staðan á, er þetta eitthvað, tengið þú veitum með mig, þess að þörf fyrir svona kall föður ímynd. Já. Tengið þú veita? Ég átti pappa sem var hvergi, Já, ok. Ég las bækur upp til agna sem fjölluðu drengi sem átti ekki feður. Jafeti föðurleit, Percival Keane og eitthvað svona bækur sem ég tengdi við, þar sem voru einhverjir strákar að alast upp
oft á einhverjum ef ekki á munaðarleysingja-hælum, þá hjá einhverjum hryllilegum fósturforeldrum og svo struku þeir og lenti einhverjum ævintýrum eitthvað svona. Þetta voru svona fantasíurnar mínar þegar ég var strákur, sko, af því ég átti ekki pappa. Og mamma var alltaf hún var svolítið að ala á þessu, sko, alltaf að segja mér að nú var hún ætlaði hún að finna mann, eða væri búin að finna mann sem hann gæti orðið pabbi minn, sko. Og ég minns alltaf rosa ánægð með það, sko. Já, svo hitti hún fínan mann og svo var hann bara ekki nógu góður og þá henti hún honum og fannst sér einhvern annan og þá kom einhver nýr og já, nú ætla þessi maður að vera pabbiðinn og eitthvað svona, þetta var alltaf að selja með einhvern nýjan. Þetta svolítið súrsætt, sko. Já, og þá kemur í ljós að hann bara ábeldismadur og alkoholisti og bara lemur mig í druslu og bara algjört jöfisins, hrotti, skilurðu? Já. Þannig að þessi fantasi, hún svolítið fögut í öðru vind, sko. Já. Þannig að þegar ég er ungur maður þá er ég bara þakklátur fyrir það að það er betra að eiga bara engan frekar heldur að eiga eitthvað sem er ábeldismaður og ég get alveg talað með þér þarna, sko. Já. En svo hef ég líka heitið sjálfur með því að vera þá almennilegu pabbi við börnin mín, skilur, og vera til staðar eins og ég er hæfur til, sko. En þú ert fyrsta barn? Ég er fyrsta barn, já. Mamma henn var ung? Já, hún var 18, já, hún er 17 þegar hún er að dandalast þarna borginni í kringum pappa minn, sko. Og já, hún er 18 þegar ég fæðist og svo verður hún 19 nokkrum mánuði seinna, sko. Hún er á 19. ári. Já. En þið búið í Reykjavík? Við búum í Reykjavík. Úr Reykjavík? Hún bjó tíma með mig út í London af því að hún hitti mann sem vann hjá flugfélaginu á skrifstofunni í London. Átti með honum yngri systur mína og hún fæddist heima og mér er sagt að ég hef setið á kopp og hort á teiknumyndir meðan hún var að eiga fæða systur mína og þetta bara svo brátt að, sko, ljósmóður kom á hjóli og það þurfti að breiða London Times undir mömmu, sko, þegar var ekki tími til að sjóða stykki, sko. Af því að sóttkveikjur þrífast illa í prentsvertu. Þannig að það þurfti bara best að setja bara London Times undir. Já. Pældi, mannst eftir þessu? Nei, ég man ekki eftir þessu, en ég hef heyrt sögur af þessu, sko. Og svo eru til ljósmyndir frá því ég lítill þarna úti, sko. Og síðan komið þið heim þá væntanlega? Já, síðan flytti hún heim að því að hún var náttúrulega farin að drekka þarna og þessi maður sem hún var með, hann fekk starf hérna heima. Og flutti til í starfi og það flytti hingað heim. Og þau eru ekki fyrir farin að búa hér og systir mín er fædd og þá er hún farin að manga til við annan mann, sko. Okay. Já, sem var í rauninni skólabróður hins mannsins. Áts. Já. Það var svona ekkert fallegt mál, en svo bara man ég ekki meir, sko. Allt í einu eru bara fluttin í Voga og og komin einhver nýr maður sem var pabbi minn og þetta ég man ekki alveg hvar ég var, sko. Kannski ég verið hjá ömmu og afa eða móðursystur minni, mér var svolítið hent til og frá, sko. En hvað var að gerast inn í þér? Þetta var náttúrulega norm fyrir þér að þú þekktir ekkert annað. Já, líklega, sko. Ég get sagt sem, sko, barn sem var beitt miklu ofbeldi. Ég hélt að allir gerði þetta á sínum heimilum að því þetta var gert heimið á mér. Já. Ég gekk með það ranghugmyndir að svona væri þetta. Í alvöru? Já. Nei, þau heimili sem ég kom inn á, það var heimili ömmu og afa. Þau voru nú bara 2 heimili og það var svona, þau voru farin að vera róleg. Það var alls konar svona skrítið fólk sem kom þangað í heimsókn. Amma safnaði þessi svona skrítnu fólki. Ok. Og það var alltaf áhugavert. Hvernig skrítnu fólki? Bara voða skrítnu fólki. Sko, amma var með vinnukonu tíma, sko. Það þótti fínar frúr í Reykjavík þurfti að hafa vinnukonur. Að sjálfsögðu. Já, og hún var kölluð Fríða. Já, Rannveig Láretta Fandal Þórðardóttir eitthvað hún, sko, kölluð Fríða og svo hún var skrítin, svona einræn svona, og svo var ein sem var með svona, hún var bara pín lítil, hafði fengið beinkröm og talaði sérkennilega og var svona einhvern veginn svona svolítið krumpið og svona, já, þetta var svona skrítið fólk. Ok. Og svo var kall sem hét Jón Helgason, ég veit ekki hvaðan hann kom alltaf í hádegismatstundum og svo sofnaði hann á sófanum fram í gangi og svaf þar og hraut og svo einhvern tímann hafði amma verið með, sko, salta hrossaskjöt í matinn og
hann vissi það ekkert, sko. Svo heyrði hann bara að tala það, þetta hefði verið hross, hann hélt að hann var að borða kindakjöt, sko. Þá var hann svo flökur, hann fór að guppaði öllu hrossakjötinu, sko. Og það var alls konar svona skrýtnir hlutir í gangi og hérna, já, þannig að... En yfir í skólagönguna, hvernig gekk þér sem námsmaður? Hvernig gekk þér að fóta því í félagslega þar? Ég veit, mér gekk vel, sko. Mér var svolítið stríkt út af útlitinu. Það var svolítið verið að bögga mig með að mamma gerði svolítið í því líka. Hún hafði mig rosalega mikið alltaf í stuttbuxum og var alltaf með mig það sem var sól, að ég verið með fljótt brúnn í sól, sko. Hún vildi hafa mig einhvern veginn, sko, og ég var ekkert að pæla í því, ég veit ekkert hvað það var. Og hérna, þannig ég var alltaf mjög dökkur á sumrin, sko. Og hérna, og hélt alveg, hérna, liturugla sem krakki fram eftir vetri. Og fyrir vikið var svona fólk að halda að ég væri eitthvað svona, já, kynflokki, eitthvað útlitningslegur með svart hár og brún augu og þá hlyti þetta að vera eitthvað svona skrítið og eitthvað svona, kannski að vera með svart tippi, mögulega. Þannig að hafa girt niður í mig út á skólalöðinu til að tekka á því. Í alvöru? Já. Ái? Það var alveg vont, sko. Ég trúi því. Já. Og það var alls konar svona. En ég átti rosa góða skólagöngu því ég lenti í góðum bekk. Með góðan kennara, átti góða bekkjarfélaga, góðan vin sem að satt við hliðina mér allan veturinn, stóð alltaf með mér, þannig að það var aldrei neitt bögg ef hann var í skólanum. Og krakkarnir í bekknum mínu stóðu mikið með mér alltaf. Og mér gekk vel að læra, ég var bara að fekk góðar einkunnir og þú veist, var góður í flestu og svona... Þurftir ekki mikið að hafa fyrir þessu? Ekki mikið, nei, ekki mikið. Ég átti skrift, það var alveg hræðilegt, ég skrifaði ógeðslega illa, alveg ömurlega illa. Mér finnst það svo leiðilegt, ég var komið með sína skeiðabólgu eftir að vera búin að skrifa saman stafinn þegar það skilur. Nákvæmlega, og allt svona tengistafi. Já, ég upplýði sko bæði tengistafina og svo var breytt yfir í formskrift, þannig ég lærði hvorugt. Já, ok. Ég náði tökum á hvorugt, þannig að þetta bara skrifti mín bara svona sambland, sko. Og þegar ég að skrifa eitthvað, ef ég að leikstýra og svona, þá að skrifa nótur, ég get aldrei lesið mína eigin skrift, sko. Verða hljóma lesblind? Já, skrifblind eitthvað. Nei, ég er ekki lesblindur og ekki skrifblindur. En svona að fara heim úr skólanum, þannig að... Það var svona bögg að fara heim úr skólanum, af því að skólinn var stóru fjölmennur og hann var tvísetinn. Þannig að systir mín sem 2 árum yngri en ég, hún var, sem sagt, við vorum aldrei á sama tíma í skólan. Ef ég var fyrir hádegi, þá fór hún í skólan eftir hádegi. Þannig að ef það var til mér slæmt ástand á mömmu heima, þá mættist þau eitthvað mér í leið og þá bara tjekk, hvernig er hún? Er hún heima? Er hún full? Er eitthvað hjá henni? Og svo framvegis, skilur, það er bara að taka smá svona stöðuna. Og svo líklega kvíðinn. Já, og svo bara kemur maður inn og maður vissi ekkert hverju maður átti vona á þann daginn, sko. Og stundum var bara best ef hún bara var ekki heima. Af því hún var þannig, sko, hún var ekki bara venjulegur alkohólisti, hún var með persónuleika raskanir undirliggjandi sem hún drekkur ofan í og ekki bara áfengi og tók töflur og alls konar svona dót. Og hún þjáðist af fyrirbæri sem að ég kallaði Munchausen syndrom. Já. Hún var alltaf að ljúga einhverjum sjúkdómum upp á sjálfa sig og okkur börnin. Þannig að þegar ég var eitthvað, ég held 3 ára, 4 ára, þá hringdi hún út alla trissur í alla familíina, systur sínar og ömmu og alla vinkonurnar út allt til að segja það að ég væri með hvítblæði. Að þú væri með? Ég væri með hvítblæði, já. Og fekk þá athygli á það alveg? Já, ég fekk athygli á það og svo kannski fekk hún hvítblæði eða krabbamein eða, þú veist, hún var alltaf að búa til svona einhverja svona sögur. En hvað gerðist í þér þegar þetta var í gangi? Sástu leikritið eða tókstu þáttið? Ég tók þáttið upp að vissu marki. Ég sá alltaf, þegar ég var komið með aldur til, þegar ég var farin að finna út úr þessu, sko. Þá var hún komin út úr þessu ofbeldissambandi, þessum manni sem barði mig í druslu, sko. Þá var hún mikið ein og þá tók þetta eitthvað svona rosalega svona mikla dífu þau ár. Eftir hún skilin við hann, þá hún ein í svona tóltum tíma og það koma menn og það er bara stanslaust partí heima. Og rosalegt ástand. Það var náttúrulega rosaleg vanræksla náttúrulega líka. Já, og vanræksla náttúrulega ofbeldi, ákveðið ofbeldi í svona mikilli vanrækslu og vanræksla var slík að þegar hún hvarf kannski, þú veist, kannski vaknaði hún upp í full eitthvað stöð í Vestmannaeyjum eða Stóra Seyðisfirði, bara það gæti verið alls konar. Já, og það var bara fínt.
Það var bara fínt ef hún var ekki heima því þá vorum við bara nokkurn veginn í friði. Það var ekki partí í gangi og ekki lögga og ofbeldi og vesen sko. Við vorum bara þá heima við systkinin og við tvö þessi eldri að hugsa litla bróður okkar sem var 5 árum yngri en ég. Og þú elsta barn, þannig að þú var svolítið að taka ábyrgð á þessu? Já, og bara sjá að væri til matur og elda og svona úr því sem var til og stundum var ekki til alltaf og þá þurfti að grípa til einhverja aðgerða, selja flöskur, farin í bæ, selja blöðin, maður gerði það. Kom félag ekkert inn í þetta? Jú, félag kom inn í þetta, það var mjög, það var nú veikleikir til maður, það var félag, það var frú Snæder sem kom á miðvikudögum. Alltaf á miðvikudögum? Á miðvikudögum. Frú Snædís? Já, frú Snæder sem var þýsk. Snæder? Já. Og það var búið að útmála hana fyrir okkur krökkunum sem einhverju algjöra nasista kellingu sko. Frú Snæda, hún kom að og þá þurfti bara að ganga í málið. Og þá var bara, ok, þú Ríksugar, þú gerði þetta, þið fyrir í uppvaskið, og svo framvegis. Og svo bara kom hún klukkan 10 og þá var bara búið að stilla upp straumborðinu. Allir í fínum fötum? Allir svona bara þokkalega dressaður og búið að Ríksuga og gera fínt og svo stóð bara mamma við straumborðinu og góðan daginn. En það var bara sett á svið? Það var bara sett á svið, það var bara ekki það. Og það mátti ekki, og svo var eitthvað spurningar eitthvað, við vorum alveg búið að mata okkur öllu því sem við áttum að segja og hvernig áttum að segja. Þetta svo tragikómist á einu stað. Þetta algjört bíó sko, þetta algjört bíó. Og það alltaf gaman að geta séð þetta svona úr fjarska þegar ég held ég hafi farið að fatta þetta leikrit bara, ég held ég hafi verið svona 8-9 ára sko, þegar ég farin að fatta hvað í gangi sko. Hvað snemma? Já, þetta af því að hún var það veik sko að hún gat einhvern veginn ekki, hún þurfti alltaf að draga okkur eða aðalega mig inn í allt sitt drama í lífinu. Af því að sko hinn systkinin fór alltaf til pappa helgar, hún satt alltaf uppi með mig. Já, engin pappi. Engin pappi, þess að henda mér. Þannig að ég hékk svolítið með henni, þvældist með henni hingað og þangað. Ef ég þvældist ekki með henni þá var sendur kannski leigubíl eftir mér og ég fór í leigubíl inn í eitthvað hús þar sem hún var stödd sko. Og djammi í gangi? Já, og djammi í gangi sko, bara til þess að vita, þannig að ég hafa svona einhvern aðstofmann til að hjálpa sér sko ef eitthvað væri sko. Og hvað er crazy? Þetta er algjörlega crazy sko. Og þetta held ég sé kannski áhugavert svona sem efni í bók sko, þegar maður er að skoða svona hvernig samband móður og sonar sko, hvað það verður sjúkt sko í svona aðstæðum. Þegar ég er orðinn bæði fórnarlambanrækslu en samt er einhvern veginn líka bjargvættur og farin að gegna einhverju hlutverki í lífi móður minna sem er óheilbrigt. Já, fullkomlega óheilbrigt og hefur ekkert með það að vera sonur sko. Nei, þannig á einu stað sko náttúrulega unnið mikið í þessum geira og þá verða elstu sinni stundum svona í hlutverki eiginmanns. Já, það er bara svo liss. Þó að sé ekki kynlífi en eitt slíkt, en þá taka þeir sér þetta hlutverk að vera maðurinn á heimilinu. Hún sagði það líka. Já, þegar bara, hún var ekkert að fela það. Nú ert þú karlmaðurinn á heimilinu. Það var frasin. Nú ert þú karlmaðurinn á heimilinu. Christ. Já, það er þannig. En frú Snæder, frá Snæder, hún sá aldrei neitt? Ég held ekki, sko. Það virtist, sko, ekki nógu mikið, sko, það gekk allavega það mikið á að þessi yngsti bróðir minn, hann var tekinn af henni. No. Af því að pabbi hans fór í faðernismál, og vann það mál. Og það var náttúrulega bara gert með drama og látum, sko. Það bara kom löggan og það var bara slitinn með valdi úr fanginu mömmu og rosalega drama og öskuralæti og ég held að bróðir minn býði þess ekki bætur sko. Það hafði ekki beðið þess bætur. Þetta er vont. Já, hann var 7 ára skilur. Þetta er bara skelfilegt. Syndi feðrana. Já, eitthvað almátt. Allur sá pakki. Já. Þannig að þetta er normið þitt bara inn í fullorðinsár, þannig að þú ferði að heiman. Já, ég fór alltaf mjög snemma heiman. Ég bara, sjálfur þess aldurinn var 16 ár og þegar ég var daginn sem ég var 16, þá var ég bara farið. Bara hættur í þessu? Já, hættur í þessu leik, menn ekki að taka þetta. Ok, hvert fórstu? Ég bara var eitthvað að reyna menntaskóla og gekk ekki neitt og fór svo að vinna og fann einhverju kærustu og ekkert plan? Nei, fór svo bara að spila hljómsveit og eitthvað svona. Svo fór ég að finna pappa minn, ég fór í mission að finna pappa minn, sko. Ok. Já. Ég fór í það mission, já. Ég fann, sko,
móðir mín var nú hjálpleg með það, sko. Hún var með eitthvað bréf sem var hjá lögfræðingum hans. Hún var alltaf í einhverju lögfræðing, hún var alltaf að kæra og alltaf í einhverju málshöfðunum út allt, sko. Veist það, maður á ekki að hlæja þessu. Nei, þetta samt ótrúlega fyndið. En samt þetta tragikómískt, hún var alltaf að reyna að fá einhverja peninga út, henni fannst, og auðvitað réttlætiskennd einstæðra móður, hún vildi fá einhverja peninga út úr þessum manni sem hún hefði átt þetta barn. Já, eðlilega. Og þeir peningar áttu ekkert að fara í það að Sukka. Já, þeir voru bara, þeir ættu bara að fara í það, skilja, þetta það var ekkert verið að kaupa föt á barnið eða eitthvað svona. Nema hún stóð í þessu basli alveg endalaust, sko, þannig hún hafði adressu hjá þessum lögfræðingi Hans, sem að hann hafði fengið sér, af því að þegar hún var að sækja máli gagnvart honum, þá kom nefnilega svolítið skemmtilegt í ljós. Það var nefnilega þannig að þegar hún giftist honum, þá laug hún til aldurs. Hún var ekki nema rétt tæplega 18, en sagðist vera 23. Okay. Svo laug hún bara, svo sagði hann eitthvað að móðir sín væri hjúkrunarkona og pabbi sín væri arkitekt. Ég sá þetta hjúskaparvottorð, ég sá afritaði einhvern tímann. Það var bara logið og að þetta var bara einhvern veginn svona borgarleg gifting og hann var katholiki og hún var lúterstrúar, þannig að þetta var svona borgarleg gifting, svona einhver málumilin. Nefnum svo kynnist hún öðru manni sem var að vinna hérna út í London, bara Íslendingur, og fær hann til að giftast sér, en gleymir að ganga frá skilnaðinu við hinn. Þannig hún var tvígift? Hún var tvígift. Þannig að vörn föður míns, þegar hún var að sækja á hann til þess að fá pening, og sendi jafnvel manninn sinn þáverandi á hann, til þess að vera með einhverja hótanir, og þá sagði hann tilbaka, sko, ef þú ætlar eitthvað að vera með einhverju stælaði mig, þá bara kæri ég hana fyrir tvíkvæni. Bara punktur. Wow. Þá fór hann að garfa í málinu og þá bara sér hann, ups, halló, eitthvað smá fell í kerfinu. Já. En ferðu út þá í þessa leit? Já, ég skrifaði honum í gegnum hennar lögfræðing og bað hennar lögfræðing, hann var fyrst enn þá lífi og hvort hann gæti komið þessu bréfi til skila. Og þar ég bara alveg einlegur að skrifa bara 17 ára strákur, sko, sæll, ég heiti þetta og ég veit og veist að mér og mér langar til þess að við kannski hittumst eða tengjumst eitthvað nátt gegnum bréfaskriftir eða whatever, sko. Og það líður eitthvað smá tími, svo bara fæ ég svar það sem hann skrifaði mér og þetta hafi verið í desember, svona myrkasta tímanum, þá bjó ég í herbergi hjá ömmu minni. Og ég í þessum bréfaskrifum og þann segir mér frá því hver staða sín sé, hans giftur ískri konu, ég með henni 2 dætur og það eru 10 og 11 ára og bla bla bla, það væri nú gaman að við getum hist og eitthvað svona. Og ég held áfram að skrifa og við skrifumst á og ég segi hann bara, ég sé bara 17 ára og ég bara að vinna hér í byggingavarverslun og hefur verið að spila í hljómsveitum og eitthvað svona og ég hef svo sem ekkert betra að gera en að bara koma og kíkja að þig, sko. Nema hann býður mér að koma og tala jafnvel það að ég geti fengið pláss í hljómsveitinni hjá honum. Eitthvað svona. Og ég, já, frábært. Og þannig að ég bara kaupi mér farmiða til Lunduna og fer út og hitti kallinn, sko. Hvernig var það? Það var voða skrítið og ég var náttúrulega, sko fantasían var náttúrulega... Hann var æðislegur einhvers staðar í bashuganum. Já, því að náttúrulega myndina, hann var búin að vera svona svo helgimynd upp á veggnum hjá mér í mörg ár, þessi maður. Og mamma var búin að segja mér sögur á honum, hvað hann verið flinkur músikant og þú veist, hann spilaði á trompet og píano og mikrofón. Þannig hún gerði hann jákvæð? Já, hún gerði hann alveg jákvæð, hún sagði mér eitthvað sögur, sko, og ég svona lagði svona 50% trúnað á þær, sko, því að hún bara eins og hún var, aldrei að marka, alveg, það sem hún sagði. Nema svo fer ég bara hann út og, nema hann mætir ekki á flugvöllinn, heldur mætir konan hans og dætur hans. Systur þínar? Já, systur mínar. Og þau vissu í rauninni ekkert hvernig leit út, þau hafði ekkert fengið neina mynda mér og ekki neitt, sko. Þannig að ég bara mættur á Heathrow og með einhverja tösku íþróttatösku og býð eftir ferðartöskunum og færibandinu og hún var merkt Newcastle United og þær voru búin að ímynda sér að ég væri svona lítill, sennilega svona svolítið þippinn og eitthvað svona, búin að búa til eitthvað mynd af mér, sko. En þá bara kom eitthvað svona langur og mjór sláni, þú veist, með Newcastle United tösku hangandi sér við hlið, sko. Og
þannig að þær tók á móti mér og það, jú, þetta var bara, þeim fannst voða spennandi að hitta hennar bróður sinn frá Íslandi og... Það er svona moment þar sem allir horfðu á Já, allir voru að spá, já. Já, en það sást sko líkindi með okkur, systkinunum. Já. Þannig þau þekktu þig? Já, sko... Spottuðu þig? Já, það spottuðu mig, sko. Okay. Já, systurnar, það spottuðu mig. Það er ábygglega þessi hana. Þessi líklegur? Já, þeim fannst ég of stór til þess, sko. Í þeirra sko, það eru svo litlar. Það er lágvaxnar. Nema, svo bara heilöng bílferð, þau byggu í norður hluta Lundúna, sko. Þannig að það var löng bílferð. Og bílferðinni þá er hún að segja mér bara frá honum. Og hann sé mikið að vinna og hann sé svona og eitthvað. Og ég vissi ekkert, svo bara kemur í ljós þegar líður á þessa dvöl að hjónabandi þeirra er bara, það bara hriktir í öllum stóðum þar, sko. Þau voru bara á barmi skilnaðar þegar ég allt í hennu bara er mættur inn á heimilið. 17 ára úlingur, frústreraður, þunglindur, byrjar að drekka, búin að prófa hass og alls konar, skilurðu. Og þú hefur spottað það náttúrulega strax. Já. Komandi að gráa sig. Já, alveg leið, sko. Þannig að dvöl mín var nú ekki löng þarna. Þetta var svolítið vandræðilegt þegar við hittumst fyrst, sko. Tókust bara svona í hendur og að feimnir, sko. Og hann var svona miklu lægri en ég og hún fannst voða erfitt og ég var svo miklu hærri en hann, sko. Hann þurfti alltaf að horfa upp, sko. Og hann fannst það mjög óþægilegt. Ég veit ekki. Hvernig spilaðist þetta? Svo spilaðist þetta, sko, svo kemur bara í ljós að hann er bara svolítið týran á heimilinu. Hann vann tvöfaldi vinnu, spilaði öll kvöld niður á Hotel Kensington í London. Svo vann hann á veðmálastofu á daginn, þannig að hann var í tvöfaldri vinnu. Svo er ég bara settur inn í, svo kem ég og eitthvað með honum að hlusta á bandið og svo fæ ég að grípa í einhverja trommur og spila aðeins með honum og svo er bara ákveð að ráða mig í bandið, sko. Já, ok. Já, ég ætla bara að vera trommarinn í bandið. Og já, svo ég prófaði að spila píanó líka og alls konar. Og já, ok, svo bara keypti hann með trommusett og hann er eitthvað svona að kenna mér og leiðbeina mér og fara í gegnum lagalistan og þetta spilum við svona og ég bara, aðeinslega upptekinn af mig, ég var alltaf trommuleikari, skilur við, aldrei. Ég var alltaf pianisti. Hefur aldrei sest við trommusett áður? Jú, til að leika mér, en ekki til þess að fara að spila í bandi, þú veist, á einhverju fínu hóteli í London, skilur við, þú veist, það var að gera þetta almennilega. Og hann var náttúrulega flinkur, hann gæti alveg kennt mér að spila rúmbu og sömbu og eitthvað svona, mambo og svona dót, sko. Og svo gátum við gátum alveg náð, sko, stundum. Ég gæti alveg spilað og grúfað með bandinu, sko. En svo ef það var eitthvað sem var ekki rétt, eitthvað sem ég klikkaði á, þá var hann alveg brjálaður. Alveg reiðingurinn. Þá tók hann alveg brjál. Og svo var hann rosalega full yfir því, einhvern tímann tók hann svona ræðu í bílnum og leiðinni heim tilbaka eitt kvöldi, sko, að ég skildi ekki vera jafn góður og hann var þegar hann var að spila í bandinu í pappa sínum. Ok, þetta er í beina kalleg þá. Já. Þannig að þetta var svona... Hvernig leiðir hann? Hvað var að gerast þér í einnig? Þetta var hryllingur. Það var bara algjör hryllingur að vera þarna og inn á þessu heimili og stelpurnar voru náttúrulega bara litlar, 10-11 ára, vissi ekki meir, sko. Það fannst bara að þetta var spennandi allt saman. Þannig að eftir svona, ég held ég hafi verið haldið út 3 mánuði. Það endaði með því að ég skrifaði og þá gæti ég nýtt mér móður mína, leikhæfileika móður mínar. Ég sagði bara, mamma, viltu senda skeyti hingað út til mín og segja að afi minn sé að deyja og ég verði að koma heim til Íslands. Ég var svo desperat. Þannig þú bjóst til þessa atburðarás? Ég bjóst til þessa atburðarás. Ég bað bara mömmu að senda mér skeyti og segja þetta. Svo kemur skeytið og þau taka alltaf í dramanu og allir skilja það mjög vel að ég þurfi að fara heim til Íslands til þess að fylgja afa mínum til grafar af því að hann hefði nú haft svo mikið með uppeldi mitt að gera og svo bla 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 bla. Ég varð bara að komast í burtu. Sko. Þannig að þau trúðu þegar þú fórst að hún myndi koma tilbaka? Já. En þú fórst aldrei tilbaka? Ég ætlaði aldrei að koma tilbaka. Bara aldrei. Hefur þið hitt hann síðan? Gleyma þessu manni, gleyma þessu öllu saman. Ég er aldrei að fara þekka þetta fólk meira. Svo bara þurrkaði ég þetta út. Þetta tímabil bara þurrkaði ég algjörlega bara út og var bara svo ekkert að pæla í þessu meir. Svo liðu bara árin með mig. Svo bara liðu árin og ég var ekkert að pæla í þessu. Nema einstakastundum fór ég til London, ég var í leiklistaskólanum. Þá fer ég til London
einhverja leikhúsferð og ég bara eitthvað að rölta í London, ég eitthvað að rifja upp svona þegar ég var þarna. Og þá fyrir allt í einu að hugsa, hvar ætli hann sé? Ætli hann sé á lífi? Ætli hann sé ennþá að spila á þessum stað? Hvað ætli hann sé að gera? Ætli þau séu skilin hjónin? Ég fór eitthvað að pæla í þessu, fór eitthvað að hugsa og svo bara, því ég var, svo bara, já, so be it. Mér alveg sama. Þannig þú gerðir ekkert við það? Ég gerði ekkert meira við þetta. Okay. Nema bara, svo bara liðið 22 ár og þá fæ ég bara allt í einu símtal, sko. Fæ ég bara allt í einu símtal. Þá höfðu 2 íslenskar konur verið ykkur út í London, okkur í veitingastað. Þar ykkur maður að spila píanó og allt í einu byrja hann að spila Litla flugan eftir Sigfús Halldórsson. Og það bara, hvað? Er þetta ekki íslenskt lag? Og það fara eitthvað að pæla í þessu og gefa svo tal við píanistan og þá hafði hann séð á gestalistarum og nöfnunum þeirra að það eru íslenskar og segir þeim ég á son á Íslandi og það er alveg, já, og hvað heitir hann? Já, hann heitir Valgeir Skagfjörð, segir hann og það er já, við þekkjum hann, við veitum alveg hvað það er hann er svona leikar og tónlistarmaður Já, það var stórinn það þekktur á Íslandi Já og ég fæ bara símtal þess efnis að þessar konur hefði hitt hennar pappa minna á þessu veitingastað og ég bara what? Og þá bara kviknaði eitthvað hjá mér sko þannig að Jakob Magnússon var þá menningarfulltrúi í London þannig að ég hringi í hann og beða hann að teka á sig fyrir mig og hann bara, eins og hans er von að vísa bara, bara fer tekkar á þessum veitingastæði og þá er hann ekki þar og hringir í mig og segir, ég fann föðurinn, ég fann hann nú ekki en mér var að tjáða að hann var nú á spítala og ég er svona að fara að renna þá góða morgun og aðtöða með hann, hvort að sé eitthvað líkindi með eitthvað feðgum þannig að ég bara rosa þakklátur og bara takk fyrir það og svo hringir hann í mig aftur og segir mér, já, ég bránuði þarna á þetta sjúkrahús þarna og þar var menn út tjáð að hann hefði verið fluttur og fengið sér eitthvað svona smá túr, sko. En þetta hljómar nú kannski miklu alvarlegra heldur nú kannski en hann hvað vera með krabbamein í ristli. Maður á ekki að hlæja núna. Nei. Og ég segi, já, ok. Og ég er svona að líta við aftur og sjá hvort ég reyna að hitta á hann og segja hann ráður. Ég segi, já, veistu það, ég ætla að fara að vinna í þessu, ég ætla bara að finna mig far og ég ætla að koma út og ég ætla að kíkja á hann. Og þá vildi þannig til að Jakob var akkurat að leiðin hingað heim. Þannig að hann kemur heim í kaffi og býður mér að búa hjá sér og Ragnhildi fyrir öndir sinni í íbúðinni þeirra í London og meðan ég er þar. Og ég panta farmiða og ég var eitthvað að hugsa fyrst, ég ætlaði að fara, þetta var svona svipað þetta leiti ás, sko, og ég er eitthvað að hugsa, ég ætla bara að fara páskana, þá er ég frí. Svo er ég eitthvað að kíkja á þetta og þá sé ég að það er ekkert að skeið framöndan, ég get alveg bara að fara í næstu viku. Og kona mín fyrir höndi, hún segir bara allir, þú ert að fara núna, þú ert ekki að fara páskana, farðu núna. Og hún þekkti einhvern á flugleiðum eða flugflæðinu og fekk einhvern með á hagstæðum brís og eitthvað svona. Þannig ég bara bókaði ferð og svo erum við samfélag, ég og Jakob Frímann til London og tókum leigubíl saman og hann skilaði mér inn á spítarann og sagði mér að hvaða deild hann væri og bara segði mér svo bara að hafa samband, svo bara átti ég að koma til þeirra hann kvöldið. Svolítið ég bara fylgi, það var bara einhvern veginn í einhverju flæði og ég bara elti, ég bara fór inn á hann á spítala og það var Langdon Ward, hann átti að vera þar og ég lendi fyrir aftan einhvern mann í móttökunni sem er svolítið hávaxinn og ég heyri hann segja að hann er að spyrja Mr. Martin og ég segi, ok, hann sé að fara að heimsækja hann líka, ég bara elti hann mann og ég bara elti hann. Og það passar, hann er að fara upp á þessa hæð, upp á þessa deild og ég er alltaf svona í skjóli fyrir aftan hann. Og svo heyri ég að hann er kominn þangað sem hann ætlaði að koma og stígur þá til hliðar og þá blasir við mér faðir minn, situr í hjólastól við hliðina á rúminu sínu og hann bara horfir á mig stórum augum og hann horfir á mig og segir, hvað þú að gera hér? Segir hann, what are you doing here? Og ég segi bara, ég kom til að hitta þig. Og svo bara
brestur eitthvað, við förum báðir bara að gráta og föllumst í faðma og grátum saman í svona 5 eða 10 mínútur og þessi maður sem ég hefði elt, það hafði verið umboðsmaðurinn hans og hann læddist bara út úr rýminu sko. Svona fade away. Lét okkur bara verið í friði sko. Nema svo vorum við þarna bara, svo kom systir mín seinna kvöldið og ég var þarna einhverja 3-4 daga hjá honum. Náðu að bonda hann? Já, við náðum að bonda, náðum að tala saman og hérna reyfi upp og ég kom að mér fylgti ljósmyndir með mér, sína myndir af barnabörnunum sínum og allt þetta og ég var eiginlega bara búinn að skipuleggja í huganum ferð fyrir hann, bara heim til Íslands og koma að fara með hann og sína hann eitthvað, fara með hann eitthvað. Nema svo kveðjumst við og ég fann einhvern veginn þegar ég var að fara frá hann, ég myndi ekki hitta hann aftur. Það var eitthvað sem sagði mér að ég myndi ekki hitta hann aftur. Var það raunin? Já, hann dó svo á Pálmasundag. Þannig hefði ég frestað þessu fram í páska, það hefði ég aldrei náð honum. En þetta var sko stór partur af því að átta mig á því að, að Guð er til sko. Það var bara, það þurfti bara að laga þetta. Lífið bara gerðist eins og átt að gerast. Já, það bara gerðist nákvæmlega eins og átt að gerast. Og ég var tilbúin til þess, þetta var ég hættur að drekka, ég var búin að vera edrú í eitthvað ár, hvað slið sko. Hvaða ár eru þetta? Þetta er 96, já 7. 6 líka. Já. Þannig að Þannig að þú náður að kveðja? Ég náði að kveðja hann. Og svo náði ég bara kontakt aftur við þessar systur mér sem eru frábærar. Þannig að ég er bara í sambandi við þetta fólk í dag sko. Já, bara til hamingju með það. Já, og er jafnvel að fara til Englands núna að heimsækja aðra þeirra í vor eða sumar sko. Hún er leikkona og söngkona og er bara nokkuð þekkt þarna úti. Kemur það gegnum pappaðinn allt þetta leiklistar og listsköpunin? Sko, músikinn kemur þaðan sko, því það er náttúrulega bara beint kallleikur. Pappi minn er músikant og pappi hans, eða þess að afi minn, hann var músikant líka. Var með svona hljómsveit en ég held að mamma þessara systra minna, það er svona leikon í henni, hún er írsk. Eða var, hún dó fyrir 2-3 árum. Mjög fín kona. Þaðan kemur held ég svolítið leikonan í hana, en músikinn kemur örgulega klárlega frá pappa okkar sko. Hún er mjög músikalsk og svo gerir hún svona hög sko, teiknar og gerir svona komikbækur sko. Mjög hæfileikarík ung kona, eða ung, hún er náttúrulega. Maður komin á aldur, já, hann er fyrir ungur, já, hann er 46. Já, mér finnst ég alltaf verið svona, ég upplifði mig alltaf verið svo ling sko. Ég með þér þar. Já, það er einhvern veginn þannig. En þetta var voða gott að allavega, þetta var svona byrjunin á þessari andlegu vakningu hjá mér, sko. En fram til 1996, hvað gerðist á því tímabili? Var það bara alls konar? Það var bara alls konar. Var það hefðbundið sniði í alls konar? Það hefðbundið sniði, sko, þetta er náttúrulega bara, ég tók náttúrulega bara alkapakkan algjörlega eins og hann var, sko. Bara alla leið? Alla leið, 25 ár, bara sök, brennivín, hass, spýtt, allt kók, allt sem var í boði. Svo einhvers staðar, einhverjum tímpúti þá var bara, já, ég fer í leiklistaskólann og þar svona eiginlega parkeraði þessu hverjum dóp, sko. Þessu ólöglega? Þessu ólöglega, sko. Ég drakk alltaf svolítið, var svolítið duglegur, fannst mér gott að fá mér bjór og svona. Þetta að vera í partíum og svona. Það er svolítið stuð. Þetta er eitt stórt partí. Já, gaman. Spila og syngja og vera algjörinn í partíinu og allt þetta. Maður tók alveg bara allt þetta ego-boost sko, á þessum tíma. Og svo náttúrulega bara keyrði maður á vegg og þannig að 95 þá bara... Og klesta á hann. Og bara klesta á og bara hætti. En spurt er, Valgeir, leiklista, hvaðan kemur það að þú skulle hafa ákveðið að fara þessa leið? Ég veit það ekki með mig. Þetta er ótrúlega skrítin spurning af því að ég var náttúrulega á leiðinni að mennta mig meira í músík sko. Það var sko það sem ég var að stefna að. Ég var að fara að taka svona eins konar tónmennta. Ég fór aðeins að læra út í Svíþjóð, bjó þar tíma og fór sótt í tónlistaskóla í Stokkólmi og fekk þær inni í að læra kórstjórn, raddsetningar og eitthvað svona. Og þetta var svona inntökupróf. Og það var bara svona metin, ég þurfti ekkert að framvísa neinum prófum, sko. Ég var bara metin, tók eitthvað svona stöðupróf, spilaði eitthvað svona. Og ég var samþyktur og svo kom ég hérna heim í frí
og ætlaði alltaf bara að fara út í Svíþjóð eftir því að þú veist, það voru góð námslán, þetta var mjög hagstætt og sniðugt nám og þú veist, hentaði mér fullkomlega. En þá einhvern veginn álpast ég hérna út á landi að verða sko að kenna músík, fór að vera tónlistarkennari sko. Og þaðan einhvern veginn fer ég að eitthvað álpast inn í hérna svona áhuga leikhús upp á Akranesi. Fyrst var ég gerði bara músík, sáum hérna músík í Línu Langsokk. Og í næsta stykki held ég að þá var ég beðin að leika. Gerði það, fannst það rosa gaman. Og þar kveiknaði? Já, svo bara, og þú veist, þá var ég að gera allt, sko. Ég stjórnaði karlakór, ég var að kenna tónmennt, ég var í hljómspopljónsveit, ég var í leikfélaginu, það var geðveikt gaman í mínu bekk, sko. Og svo alltaf sukkað með? Já, og svo alltaf þetta. Svo duglegur? Já, rosa duglegur, sko. Alveg rosa gaman, og þú veist. Og þetta var bara lífið, sko. Svo ég bara einhvern tímann hérna 82, 3, já, þá vorum við að leika eitthvað og þá leikstjórinn sem var að vinna með mér og sagði, þú ert bara að fara í hérna leiklistarskóla. Ég segi, já, get ég það? Jú, námslán og allt með. Ég hef ekki höfum það. Ég ætlaði bara held ég að fara í tónmyndakennarann og eitthvað svona. Svoleiðis að ég bara fór að undirbúa mig og fara í inntökupróf og það var bara helviti töff, sko. Það var eitthvað próf. Já. Og undirbúningurinn var töff. Ég var rosa samviskusamur, duglegur. Hætti mér þess að drekka smá og hætti mér þess að reykja líka. Fór að hlaupa upp á Langasandi og gera svona æfingar og koma mér í form og borða hotlan mat og eitthvað svona. Eitthvað. Og svo fór ég Ætlar að taka þetta alveg bara all the way. Já, þú veit. Svo bara mætti ég í undirbúningpróf og þar voru bara eitthvað rosa mikið af krökkum alveg, bara allir að springa úr egoi og allir ætluðu að mega það og já, svo bara fór ég og einhvern veginn gerði bara það sem ég átti að gera. Og þú fórst inn? Og, já. Vel gert? Já. Og það var bara ógeðslega gaman og ég allt í einu bara fluttur inn í gamla herbergi hjá ömmu minni, kom inn í einhvern svona gamlan ógeðslega hallarislegan frakka með einhvern svona hermanna bakpoka og svona reisirhjóli. Þú veist, hjóla úr Vesturbænum niður í miðbæðarskóla að læra að vera leikari. Mér finnst ógeðslega töff, kúl að keyra hann yfir Tjarnarbrúna svona alveg með þetta. Nýr karakter, nýtt lúk, sko, leiklistarneminn. Hann á að vera svona eitthvað kúl, eitthvað töff. Hvaða ambisjónur voru í gangi inn í leiklistarskólanum? Hvert sástu þig fara? Ég veit það ekki. Var ekkert plan? Nei, ég hef aldrei haft plan. Ég hef aldrei á ævi minni sett mér eitthvað svona langtíma markmið. Ég er ekki markmiðadrifinn maður. Ég held að ég sé bara dálítið mikið í svona einhvern veginn, það er eðlilegt mitt að vera bara einhvern veginn í núinu, bara vera svolítið eins og þegar ég var strákur, eins og þegar ég var barn, sko, ég er bara alltaf í mómentinu og nýta og njóta þess að vera það sem ég er. En ekki alltaf með hausinn einhvers þar í framtíðinu. Auðvitað sá maður eitthvað fyrir sér að maður myndi kannski, já, það var alveg kúl að leika Hamlet í Þjóðleikhúsinu, skilur, eitthvað svona. Varstu meira leikhúsdrifin heldur en bíódrifin? Eða bara alveg saman? Já, ég hef aðeins smá leikið í bíó, mér finnst það frekar leiðilegt. Ógeðslega leiðilegt að bíða og mættur í smink klukkan 6 á morgni og svo ertu komin í tökur klukkan 6 eftirmiddaginn og búin að bíða í 12 klukkutíma og með einhverjum öðrum leikurum að segja sögur og eitthvað svona. Kvikmyndagerð er eiginlega svona hurry to get there and wait. Já, og það eins og einhver sagði, sko, leiklistarskólinn ætti að vera þannig að þú ert á fyrsta ári og þú bíður allt fyrsta ári eftir að komast á annað ár, sko. Þú ert líka að bíða í leikhúsinu, sko. Já. Waiting in the wings. Já. Er það ekki konseptið? Waiting in the wings? Já. Það er ekki Edgar Allan Poe sem skrifaði það. En svo endar þetta náttúrulega allt með skelfingu. Þetta endar allt með skelfingu, eins og alltaf. Hvar var Valgeir stattur þá í tilfinningalífinu þegar endurinn kom? Wow. Hvað var að gerast inn í þér? Sko, ég held að sé aldrei neitt endir, af því að endir er alltaf upphaf einhvers nýs. Þó að manni upplifir það að heiminu sé farandi fjandans, sko, skilurðu. Og hann hefur svo oft gert það hjá mér. Og ég kann, held ég, rosalega vel að vera í krísu. Og það hefur verið einhvern veginn svona, af því það er það sem hefur mótað mig. Það er að vera alltaf að berjast í einhverju drullusvæði, að reyna að koma mér upp úr einhverju drullusvæði því ég er búinn að koma sjálfur mér í það stöðu að sökkva ofan í eitthvað helvitis díki, sko. En allt hefur þetta orðið til þess að vekja mig upp á einhvern máta.
Þú veist, og auðvitað, þú veist, það kannski, það einhver slóð á eftir manni, skilurðu, brendir agrar, eitthvað, en það má ekki lita núið. Nei. Það má ekki eyðileggja fyrir mér það að njóta þess að sitja hér í gömlu borg, tala við þig, vera hér bara og njóta augnabliksins. Af því þá ég bara þræll fortíðar og einhver sársauka sem að tilheyrir fortíðinni, sko. Þú veist. Það ekki einu sinni sárt að rifja það upp eða tala það lengur. Það var það einhver tíman. Og af því að þá kvikan inn í manni, þú veist, þá þarf hún að brjótast út, en hún er galopin og það bara flæðir eðlilega út úr henni. Það ekki alltaf hraungos eða sprengigos endilega, sko. Það ekki þetta í það til að losa spennu? Nei, það ekki lengur. Ekki lengur. Og þetta bara, maður bara búin að læra svo mikið af öllum þessum áföllum og þessu sem maður búin að koma sér í, sem eru afleiðingar einhverjum ákvarðunum sem maður tekur á einhverjum vegamótum í lífinu og sumpart maður getur alveg farið þangað ef ég hefði gert þetta þarna, ef ég hefði ekki gert þetta, þá hefði þetta kannski farið og fantasera með þetta endalaust, sko. Hvað hefði til mér gerst ef ég hefði ekki hægt að drekka? Hvar ég stætti með mig ef ég hefði bara haldið áfram það sem ég var? Þetta endalausa formúlan. Já, það var ég ekki einu sinni hér. Ég er nokkuð viss það. En ég, sko, að þú ert að spyrja tilfinningalífið, þá held ég að það hafi verið bara í rosalega mikil í vinnslu bara síðustu 10 ár. Eiginlega frá því, sko, ég var náttúrulega í svona hjónabandi mörg ár, 23 ár með sömu konunni og þegar því lauk þá fór ég mjög djúpt, sko, og það var mjög þungur og var mjög erfitt og og það var rosalega erfiður tími. Það var sennilega það það sem ég farið í gegnum líklega frá því einhvern tímann í bernsku. Já, þannig að það var rosalega dýfa og mikill lærdómur, en í dag ég svo rosalega þakklátur fyrir það, af því að hún gaf mér í rauninni frelsi. Hún gaf mér frelsi, þessi ágæta kona. Varst þú að stimplaði út? Nei, hún lokaði? Hún stimplaði bara mjög út, sko. Og ég skil það mjög vel. Ég hegðaði mér ekkert alltaf fallega Nei. En lífið gerist og já, lífið gerist og ég er mjög þakklátur í dag því að það kom mér af stað í hitt ferðalagi sem ég er búin að vera á núna síðustu 10 ára, sko. Segðu mér frá því, ég var að lesa einhvers staðar að þú ert búin að mennta því í einhverjum meðferðarfræði. Já, ég fór að læra krani og sakral og ég læri höfbin og spjaldriks meðferð. Já. Þetta er svona sál-líkamleg aðferð til þess að heila fólk og ég svona öðrum þræði hef verið að vinna við þetta. Ég er með stofu upp á Sankti Jósefsspítala þar sem ég er svona að vinna með fólk og svo hef ég blandað í markþjálfun saman við þetta líka. Og já. Getur fólk haft samband við þig bara? Já, fólk hefur bara samband við mig og ég auglýsi ekki, sko. Þeir finna mig sem að þurfa að koma til mín. Það skín í gegn. Þú ert þarna með, sko, öðrum vítum. Já. Miklu meira heldur en að gefa mér upp. Já. Ég heldur að þú sétt búin að prófa ýmislegt. Það er nú bara mín tilfinning gagnvart þér. Já. Og þú ert búin að fara óhefðbundnar leiðir að leita sjálfu þig. Já, algjörlega. Sko, það er ferðalagi sem við erum öll á. Við erum öll á þessu ferðalagi til okkar sjálfra. Og við höldum að margir halda, eða ég held, við tala út frá sjálfur, þá heldum maður að maður sé kannski ekkert mikið annað heldur en skurnin, sko. En við erum svo miklu meira. Inni í okkur er svo stór heimur. Það er svo miklu stærra og meira sem býr innra með okkur. Viskan sem við búum yfir, þetta sem allt sem við komum með okkur hingað til jarðarinnar þegar við byrjum að fæðast hérna á þessari jörð. Þetta er ekkert endalega í fyrsta skipti sem að ég fæðist á þessari jörð. Þannig þú spíritisti líka? Ég ólst upp við
þennan hefðbundna gammaldags spiritisma, skilur, miðlar og svona dulspeki og amma var að lesa í bolla og stóð í skil og það var gaman, sko. Og ég var mjög hallur undir spiritismu þegar ég var í kringu 20, sko. Það var svolítið í tísku hjá minni kynslóð að fara í andaglas og eitthvað svona. En þetta er svo miklu dýpra og þetta er á öðrum level, sko. Þetta er á sálar level, það sem að hérna, ég hef verið að svona skoða undanfarið, sko. Já. Ég heyri að þú segir þetta varlega. Já, þú veist, hvernig við segja það? Það kom alveg efni við sögu og að því ég er alkoholisti og búin að vera gangandi fyrirmyndin í AA-samtökunum í 20 pluss ár. Og ert enn. Skilurðu, og er enn. Og ég hef einhvern veginn haldið það með því að opinbera mig með þetta, ég væri kannski mögulega að eyðileggja þá ímynd, sko. En af hverju ætti ég að vera hræddur við það? Hvaða máli skiptir það í raun og veru? Af hverju ætti mér ekki að vera alveg drull? Hvað einhverjum öðrum finnst mig og það sem ég er að gera? Nákvæmlega. Þú veist, og ég hef nú svona hef verið að reyna að gefa þessum dómara frí, sko, sem býr innan með okkur. Þetta verðum að dæma allt og alla út frá einhverju sem er bara óröfur. En ég skil hvaða nú kemur með það, sko. Já. En bara ef við setjum umræðan aðeins hingað, þá ég bara taka ábyrgðin á því að sko, ég hef notað efni, ég er búin að vera edrú í 30 eitthvað ár, ég man aldrei hvað þetta er 30 eitthvað, ég er löngu hættur að spá í þetta. Ég á bara líf og er bara mjög sátt mitt líf. En ég er búin að prófa ayahuasca og reyna að finna og kíkja í alls konar óhefðbundna leiðir. En á sama tíma lítið ég ekki á mig sem sprungin alkohólista því að ég tengi þetta ekki við vímu per se. Þetta er leitin að mér. Já, akkurat. Og það sem gerðist, ég get sagt þetta bara hér og nú, þegar ég fór á ayahuasca dæmi, þá fer ég í ferðalag og þá kemur í ljós að það rennur upp fyrir mér að ég er misnotað barn. Svo ég var búin að grafa niður. Nei, skilur við? Þannig ferðalagið að leita sjálfum sér yfir til þín. Ég ætla ekki að taka þér orðið. Nei, það er bara nákvæmlega samskonar reynsla sem ég hef og sem ég hef fengið að sjá í þessum ferðum mínum. Og ýmislegt annað. En svona fyrsta kastið, þá er ég meira að sjá sársaukann minn, sjá það sem ég hef ekki viljað sjá það sem hefur verið grafið, gangast við eigin brestum, gangast við eigin ófullkomleika og sjá líka hvaðan skömmin kemur sem hefur verið að hindra mig í því að komast inn í þessa verund, þessa andlegu verund, þessa bara sjálfa mig eins og ég er. Og sjá mig eins og ég er og gefa mér heimild til þess að fá að vera nákvæmlega eins og ég er, geta bara tekið niður þessa grímu, jáföldagrímum, sem við notum, svona tækifærisgrímur, hinu þessu tilefni. Ég þarf ekki á hana að halda. Ekki hér, ég vil hvergi. Og mér finnst það gott og ég hef ekkert að fela, og ég hef ekkert að óttast. Það er ekkert að óttast og ég hef ekki stjórn á neinu. Það er svolítið vel. Og þá getum við, þegar maður er búin að fatta það, þá getum við bara sleppt takinu. Það þarf ekki að vera, það er ótrúlega léttir, sko. Og þetta bara, og þetta er kannski stærsti lærdómurinn í lífinu fyrir okkur flest, að því við erum haldin fyrir blekkingu að við getum stjórnað hlutunum, sko. Við getum ekki stjórnað neinu. Stjórnum ekki neinu. Og svo er alltaf verið að minna okkur á það annarslega, sko, eins og þegar gís eða eitthvað staðskopið, við bara ákveða það, hvenær klukkum hvað gís eða. Og svo reyndustu við að taka ábyrgðina á hvort öðru. Já. Sem að, veist, en á einu stað hlustandi á söguna þína sem er svona mjög keimlik minni þó þessi önnu blæbriði inni og veist, ég þekki þessa tilfinninga bara, sko. Að þú færði þetta svolítið bara í fæðinganesti inn í lífið, þessa skömm. Já. Veist, hún bara eldir þið inn í fullorðinsa. Nei. Og það er til, sko, skömm og það er stundum heilbrigt að upplifa skömm ef ég stíga á tærnar á þér og úps, ég skammast mig fyrir að stíga á þig, en svo til óheilbrið skömm. Og við jaðarbörnin, við erum að kafna í óheilbriðri skömm. Ég leið mér að færa þetta yfir á okkur öll. Og mér finnst þú vera svolítið búin að vera að segja með það. Já, henni er varpað yfir
til okkar, sko. Ég að bera ábyrgð á tilfinningum einhvers fólks út í bæ, sko, sem að Já, eða forfeður sem störtuðu vitleysunni, sko. Já, þess vegna, sko. En það rosalega gott að sjá þetta og rosalega gott að geta frelsað sjálfan sig undan þessu. Því þetta svo rosalega mikið issue hjá svo mörgum. Hver er ég? Já, þú veist að það að skammast mér fyrir að vera eins og ég sko. Og óttið að því að maður nú að því maður að vinna í svona sem list að gera, sko. Þá var allavega manni eftir sjálfum mér, sko, að því að þú ert settur undir dóm einhvers. Það alltaf að vera að fjalla það sem þú ert að gera í vinnunni þinni, opinberlega. Þú veist, eins og bara leiklistagagnrýni eða bara eins og talaður íþróttamennina, landsliðsmennina okkar og eitthvað svona, eitthvað að tala hvernig þau eru að standa sig í vinnunni. En það almennt ekki gert við svona bara pípar út í bæ? Já, ég meina það ekkert skrifað Gunnar Pípar neitt sérstaklega því að hann pípaði svo rosalega vel hann gerði við opnið þetta hjá honum og þurfum að skrifa greinu það? Já, hann leikur ekki? Nei, það ekki þannig, sko. Nei, allt sem listamenn gera náttúrulega undir vöklu auga allra. Já, og þess vegna býr alltaf einhver ótti með listamannum það að vera hafnað, það höfnunaróttin og svo býr hann svo vel að búa að svona innri gagnrýnarnar sem svona automatíkur sem fer alltaf í gang. Það vil enginn, bók eftir mig, fyrir eitthvað að lesa hann, nei, það fyrir enginn, að ég fari í kaldapottið til mumma, hver er henni að hlusta á mig? Alveg downgradað. Já, þetta, sko. Og það gott að taka eftir þessum hugsunum. Ég tók aldrei eftir þessu í gamla daga, því þá var egóið að stjórna og þá tek ég aldrei eftir þessum hugsunum, sko. Þá var þetta líka norm. Já. Svo verður þetta abnorm þegar maður fattar það. Já. En hvað er planið núna? Við erum búin að vera duglegir að tala. Hvað ertu að gera af þessa dagana? Með mig? Komdu með það. Ég bara galdurinn í það að sleppa takinu af sjálfum sér, sleppa takinu af lífinu, sleppa takinu af fucking öllu, skilur við. Ég þarf ekki peninga, ég þarf að borða, ég þarf húsaskjól, eitthvað svona. Ég þarf í rauninni ekki neitt. Og mér myndi ekki líða neitt betur þótti eftir, sko, einhverja skriljónir og kerðum á Tesla, skilur við. Það skiptir mikið einu máli. Og mér fannst athyglisvert að taka eftir því hjá sjálfum mér að þetta væri hægt að skipta mér máli. Og það væri raunin, sko, en ekki bara eitthvað sem ég var að segja, heldur það það í raun og veru. En það svo dásamlegt, allt bara, já, ég þarf ekki neitt, og ég bara, já, ok, ég á kannski fullt af pening og hvað, er ég ekki að eyða honum í eitthvað, er ég ekki að kaupa mér eitthvað, svo allt bara, mér vantar ekki neitt, mér vantar ekki neitt, ég hef allt sem ég þarf. Og þegar maður er búin að sleppa þessu heljarmikla taki af öllu, þá gerast hlutirnir af sjálfum sér. Þannig að það streyma til mín bara verkefni. Ég þarf ekki að hafa fyrir neinu. Nei. Það bara kemur til mín það sem á að koma til mín og ég treysti því. Ég treysti 100% á bara þessa leiðsögn sem að ég fæ frá Guði, svo ég skil hann. Og ég er ekkert fyrir mig við að nota orðið Guð sem ég finnst að fyrir töðarnar á mjög mörgum og mörgum finnst að voða erfitt að hvað Guð er ekki til, hvað allt þetta. Já, rökræður og Guð ganga aldrei upp. Sko. Nei, að því að ég segi alltaf bara, já, Guð er bara miklu stærri heldur en það, sko. Og bara með því að ég treysti því og þá verður til, ég veit ekki hvort þetta er það kannski hægt að útskýra þetta með taugalyfræði, eitthvað svoleiðis, sko. En það verður til eitthvað fullvissa í hjartanu að allt verði í lagi, sko. En er það ekki sá staður sem við höfum alltaf að koma út frá, hjartanu? Jú. Ég held að rökhyggjan sé að drepa heiminn. Jú, þetta vinstra heilahvel er rosalega dominerandi og frekt af því að það er búið að vera að leggja áherslu á það frá því við vorum börn að þjálfa vinstra heilahvelið og að það sé það eina sem maður make sense, skilur. Ef hlutirnir make ekki sense gagnvart vinstra heilahvelinu þá er það einskis virði, sko. En við þurfum að hafa það þarf að flæða á milli beggja, þú veist, og mér finnst gott að
að nota það, þú veist, stundum og egoið ofsalega fínt líka, en það á ekki að fá stjórn öllu. Nei, ef það fara að þvælast fyrir fótunum á manni, þá maður ekki á góðum stað. Nei, sko ég nefnilega, hérna áður fyrir, þá gerði ég allt svolítið út frá egoinu, að næra egoið, þú veist, hérna, já, ég bara, þú veist, bara það, bara svona opaslega einfalt barnalegt dæmi, sko, þú ert að leika einhverju leikriti, eitthvað hlutverk og það rosalega gott dóm með blöðunum. Og það er bara æðislegt og svo bara þegar grímu tilnefningu og ég bara Facebook, ég var að fá grímu, tilnefningu om sinnum og allt þetta. Þú veist, núna finnst mér þetta bara ógeðslega fyndið. Þetta fyndið. Þetta bara ógeðslega fyndið. Mér finnst þetta bara rosa fyndið. Ofsalega margt fallegt og vel gert í leikhúsinu, ég er ekki að segja það. Alveg beautiful, við erum opaslega fína og góða leikhúslistamenn, en þú veist, þetta er bara leiksýning og hún bara lifir meðan hún lifir og svo er það bara búið. Og þetta svona er þetta. Þannig lít ég á þetta. Þetta er list augnabliksins og hún bara lifir meðan hún lifir og svo bara kemur eitthvað annað. Nú veit ég að þú ert komin í 60+ flokkinn. Já. Eins og ég. Ertu á þeim stað í dag sem þú sást þig stefna á? Myndirðu segja, já, nei, ég veit ekki, kannski. Ég veit ekki. En leitin heldur áfram? Já, ég held að hún muni halda áfram alveg út yfir gröf og dauða, sko. Það er ekki líka. Af því að, hérna, ég hef ekki fundið svarið, skilurðu, en ég veit alveg, ég óttast ekki, til dæmis, þegar það kemur að því mómi við deyjum náttúrulega öll. En ég er ekki að springa úr ótta gagnvart í hvað gerist þegar mun einhver muna mig. Já, allt þetta, þetta er bara egoið, sko. Það er bara, það kvelst yfir þessu, þú veist. Svo er þetta alltaf speilin, svo sem gaurinn sem horfir á mann, hvernig líður manni með honum, er ég sáttu við hann. En þú ert að setjast upp í bíl, dag eða fyrramálið, og ert að fara á norðurslóðir. Ég er að fara á norðurslóðir. Nord. Já. Og hvað ert að gera af þér þar? Ég hef búin að vera svolítið á norðurslóðum síðastliðin ár. Ég misti allan áhuga á leiklist. Nú? Tíma, já. Ég var alveg komin upp í Kokavs. Og hérna, ég var að vinna í fjölsmiðinni með svona krakka. Og mér fannst einhvern veginn, ég þurfa einhvern veginn að gera gagn, þú veist, með beinum hætti. Þannig að maður væri að vinna með eitthvað fólk og það einhver árangur. Ég veit hvert þú ert að fara með þessu. En hérna, svo var ég beðinn að koma og hérna setja upp litlu hryllingsbúðina på Akranesi árið 2019, rétt fyrir COVID. Og ég ætlaði ekki að nenna því. Og ég þarf að gera þetta aftur. Að leikstýra eða hryllingsbúðin? Að leikstýra. En þú eru ekki sett upp hryllingsbúðina áður? Nei, og það var hann síður að ég nefndi að setja upp hryllingsbúðina. Einhvern anskotað söngleik. Ég hef bara búin að koma upp í Kokavs sem helvítis anskotað söngleik. Nema ég lét mig hafa það. Ég hafði enga trú á því að þau ættu mannskap til þess að gera þetta. Ég hafði enga trú á því að þau, þú veist, að þetta væri bara yfir höfuð hægt. Ég var bara ógeðslega neikvæður. Ég var rosalega neikvæður ekki. En fór samt. Sennilega að áækjan, hérna, dóttur minnar, fer upp yfir og er með einhverja pröfur. Og það kemur bara hvert talentið á fætur öðru sem maður mætir og syngur fyrir mig og leikur fyrir mig og ég bara, og allt inni bara, það er bara eins og ég fengi bara einhverja eldingu í hausinn bara, sem að löst bara svona onni í hausinn. Já, þetta getur verið skemmtilegt, þetta verið geggjað. Svo fikk ég rosalega flottan gaur til að hérna, vera með músikina og geggjaða hljómsveit og svo bara setti ég bara alveg ógeðslega flotta sýningu. Þó ég segi sjálfur frá. Bara gratuleira. Og ég bara, já, ok, ég kann þetta þá. Svo bara kom COVID, svo bara ekkert að frétta. Þá náttúrulega skrifaði ég bók. Og svo bara eftir COVID, þá bara kom næsta verkefni og ég fór að... Kom bókin út? Já, bókin kom út. Hver er bókin? Hún heitir Svo týnist hjartaslóð, þetta er hérna sögan hennar Betu Reynis, næringafræðings. Já, vel gert, til hamingju. Já, takk fyrir það. Og hérna, svo er ég bara komin austur á Egilsstaði, með leikfélagi Fljótsdalshéraðs, að setja upp... Ævintýri og gönguför? Nei, ég var reyndar gulllegan. Svo er ég bara komin á Húsavík, þar á eftir og svo bara... Já. Alltaf í ákoman leikhúsi? Já, svo núna Fjallabyggð og svo núna Sauðárkrókur
þú veist, þetta er bara, það bara tekur hvert, ég kom nú eftirlaun, ég hef aldrei haft þess mikið að gera. Bara til hamingju með þetta. Já, þannig þú ert búin að finna leikhúsbakteríun aftur. Já, eitthvað svona, já, hún er svona farin að grassera, ekkert alvarlega. Nei. Þetta er ekkert svona do or die eins og í gamla daga. Þetta er bara skemmtilegt verkefni, bara gaman að fara út á land, gaman að kynnast nýju fólki, gaman að takast á við þetta, að ég er að skapa eitthvað og það er gefandi, það er skemmtilegt, það er gaman með þessu fólki, af því að ég legg upp úr því að það sé gaman. Að við höfum gaman að gera þetta sem við erum að gera. Ef það er ekki gaman þá er þetta bara mökk leiðilegt. Já, bara leiðilegt. Valgeir. Það má ekki vera leiðilegt. Valgeir, takk fyrir að koma. Það er virkilega gaman að fá þig. Við skálum í lokin til að halda Jesú góðum. Og bara halda áfram. Já. Er það ekki breyka legg í leikhúsinu? Jú. Það er svona poi. Toi. Svona skirpa yfir öxlina á næsta manni. Góða ferð norður. Takk fyrir það. Og ég ætla að halda áfram að fylgjast með þér. Það er virkilega gaman að fá þig. Já, gaman að koma. Gaman að kattapotinu. Bara yndislegt. Og þið sem heima sitið eða hlustið, þið getið senda okkur mail á tyratýr.is ef þið hafa eitthvað fram að færa eða koma á framfæri í skoðunum eins og þið hefur gert mörg. Takk fyrir það. Og þangað til næst. Takk fyrir.